Já, það Íslandsbankaskýrslan, við vorum hérna í gær með 2 ræðumenn af Austurvelli frá því síðastliðið vor eða síðla vetrar. Og Þóra Neyfjörð formann Samekis og Atla Þór Fandal, framkvæmdastjóra Transparency International á Íslandi. Og hér komin 2 aðrir ræðumenn sem voru eitthvað þennir sinnir Austurvelli, Þorvaldur Gylfason prófessor og Ásta Þórsdóttir þingmaður. Hvað nú allir að meta það, skýrslan svona í takt við það sem að haldið var fram, það var svona glíma túlkunina á þessu, ef maður byrja þér Þorvaldur, þetta líkt á því sem að þú reiknaði með? Það sem við sögðum á Austurvelli í apríl stendur eins og stafur á bók. Ég sagði einmitt í mínu stuttu ávarpi að það þyrfti að kanna það fyrir dómstólum hvort lög hefðu verið brotin. Nánar tiltekin lögin umboðssvik sem samkvæmt túlkun Hæstaréttar í mörgum dómum í hrunmálum vísar á þá niðurstöðu. Sko, það liggur bara í hlutarins eðli að ríkisvaldið má ekki selja eigur almennings á undirverði og það voru sett sérstök lög þetta eftir hrun 2012 þar sem þessi lýst nákvæmlega og með þeim fyrirvara að vísu að það megi víkja frá einstökum markmiðum eins og því að tryggja almenningi hæsta verð, sko með rökstuddri tilvísun til þess að það sé nauðsynlegt til þess að ná öðrum markmiðum. Þetta var ekki gert, en það stóð ekki eins og til að birta kaupendalistan, það átti að halda honum leyndum, það bara mistókst. Þannig að þessi lög frá 2012 voru klárlega brotin að minni hyggju, eins og Guðrún Jónsson, lektor í Kaupmannahöfn, lýsti skýrt í sjónvarpinu fyrir í kvöld. En ég tel að það þurfi einnig að skoða fyrir dómstólum hvort ákvæði hegningarlaga umboðssvik voru einnig brotin. Þannig að ræðan frá Austurvelli í apríl til að flytja aftur. Ástólfa, í skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur ekki fram hvort að það verið brotulög, ekki lagt mat á það. Nei. En af atburðarlýsingunni, það sem verður að lýsa því að það eiginlega fallist á það að taka hagsmuni erlendra sjóðsfélaga fram yfir það hagsmuni almennings að hafa þetta sem hæsta verð, því lýst. Það ekki kveðið upp úr það. Nei. Ég held að það hafi verið meðvituð ákvörðun hjá Ríkisendurskoðanda því að mér skilst að lögin séu mjög háð túlkunum og öðru slíku en þú veist, það alveg ljóst að það voru þarna gríðarlegir annmarkar. Ég er ekki lögfræðingur, kannski ekki þannig að ég geti sagt bara að það voru lögbrotin en einhverju síður þá voru þau það með vissum marki eins og til dæmis bara hvað varðar kynninguna fyrir þingnefndum sem sagt samkvæmt lögum þá á ráðherra að kynna sem sagt fyrir þingnefndum hvernig söluferli á að vera, hvaða aðferðir á að nota og svo framvegis, en það var ekkert kynnt, það var eiginlega bara meira svona við ætlum að selja, við ætlum að taka 2 ár í það og svo bara, þú veist, þannig að þingnefndirnar, og ég sitt nú í efnahags- og viðskiptanefnd og þar að auki, þá verður þetta nú gert bara mjög snemma í vetur og við fáum þetta í fangið og helmingurinn á þingmönnum bara nýr. Þannig að það kannski líka ákveðið reynsluleysi og allt það. En hann orðaði þetta með skemmtilega ríkisendurskoðandi á fundi með stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í gær. Hann sagði, þú veist, þetta lítur allt voðalega fínt út þegar þú veist, þetta bara svona eins og að þú horfir á eitthvað málverk og það á að vera á einhverjum ákveðnum stað og þú bara sér málverkið og þú veist ekkert annað, þetta bara mjög fín mynd og svo sérðu myndin einhvern tíma seinna eða sérðu staðinn og þá fattar þetta var ekki rétt, þarna fjallið var ekki þarna og húsið var ekki svona og svo framvegis. En þú hefur enga forsendur til þess að mótmæla, þetta lítur bara ágætlega út. Planið þó. Planið, þú veist, þegar þú hefur ekki... Það selja fagfjárfustum og enginn almennilega veit hver skilgreining á því það ekki verið ljós, það bara bróðir verðbréfasamlands allt í norðu fagfjárstir. Já, svo má náttúrulega líka segja það, sko, ég var náttúrulega bara fyrst og fremst á móti þessari sölu og hef alltaf verið. Já, og þinn flokkur áður og fórst á þing. Já, minn flokkur líka áður en ég fór á þing og ég náttúrulega þar áður líka bara sem formaður hagsmunasamtaka heimilin og allt það vegna þess að ég tel þetta bara ekki réttlætanlegt. Við hefum ekki góða reynslu af einkavæddum bönkum. Nei, við höfum það ekki. Og við skulum bara alveg hafa það í huga. Bankarnir voru ekkert lengi búin að vera einkavæddir áður en allt fór á hliðina á Íslandi. Það tók ekkert mjög mörg ár eftir áratuga, kannski ekki áfallalausan rekstur en aldrei svona áfall eins og var það. Þannig að ég get ekkert séð að við séum með eitthvað svakalega góða reynslu af einkarekstri. Svo bara finnst mér það bara skjóta skökku við þegar að einu tækin sem eru notuð eins og gegn verðbólgu eins og við vorum að horfa upp á núna að hækka
vexti á heimilin, það bara verið að veita bara fjármunum heimilana í bílförmum inn í bankana og svo skulum við bara selja þá. Þetta bara næri ekki nokkru átt og svo náttúrulega eins og ég margoft bent á því, hrunið hefur ekkert verið uppgert og þannig eru peningarnir, veldið sem að bankarnir eru orðnir, það byggir alveg rosalega mikið á heimilunum sem þau tók eftir hrun. Það bara þannig, þetta þarf að gera upp. Þannig að, og til þess að það falli ekki bara allt á ríkið, sem að reyndar ríkið orðið ábyrgt á því öllu, en það verður nú ágætt að þeir hefðu bankana til þess að fara í og ná í féð sem að bankarnir oftóku vegna þess að þýfi á að skila. Skýrslan fjallar bara þessa seinni sölu, og það voru litlar athugasemdir gerðir við fyrra útboðið. Það var ekki mikið skrifað, það var umlað hér og þar daginn og svona andmælt, en ekki jafn kröftulega og þegar kemur í ljós hverju voru að kaupa í seinni skiptið. Í fyrra skiptið var hins vegar stóri afslátturinn. Þar svona varla hægt að fara undir 25 milljörðum sem að þeim sem að keyptu þá 35% hafi verið gefin. Og ég tel, eins og ég sagði áðan, að sala á eignum almennings á undirverði án rökstuðnings, ekki rökstuðnings eftir á, heldur fyrirfram, varði við lög, bæði lögin frá 2012 og hegningarlaga ákvæðið umboðssvik. Hver á ákæran? Það ekki eins og þessi bankasala sem hefur reitt svona stóran hluta þjóðarinnar til réttlátra reiði sé einbára stök. Þetta bara partur af munstri. Minna bankasýslan var sköpuð til að skilja ekki neitt. Hún var sköpuð til þess að vera handbendi ríkisvaldsins, eins og því miður á við einnig fjármálaeftirliti sem núna orðið skúfað í Seðlabankanum og býtur aldrei frá sér og á við stærri hluta stjórnsýsluna. Og þetta bara eitt einkenni þessara hnignunar lýðræðis og gegnsæis í landinu, það hvernig hagsmunasamtökum elítunni tekst að taka ríkið í þjónustu sína á kostnað almennings. Og bara þessu verður að linna. Þessi hneyksli halda áfram að hrannast upp. Þau eru mörg á ári og stjórnmálamennir liggja á bænum og nú kom nýtt hneyksli til þess að dreifa athyglinni frá hneykslinu sem að ber hæst hverja stundina. Já, og við þetta verður ekki unað Þú er búin að þurfa að lifa við þetta lengi. Þú er búin að þurfa að lifa við þetta lengi, Þorvaldur. Allæfi. Það velti líka fyrir sig hversu oft er hægt að segja við þurfum að læra af þessu. Ég bara orðin þú veist, vegna þess að ég verð bara að segja það, ekkert af því sem gerðist kom mér á óvart. Það var sagt, það voru engin mótmælin í nefndunum, það bara ekki rétt. Ég hins vegar var ekki orðin það sjóðu að ég var að bóka mótmæli mín, en ég enda ertu kannski ekki að því þegar þú ert í þessum samræðum, en ég spurði bara spurninga eins og til dæmis hvað ef að þeir koma nú bara tilbaka sem sagt jöfrarnir, víkingarnir og með peningana sem þeir stálu til bankunum og kaupa hann aftur. Þú veist og öllu var svara, það svo frábært regluverk og ég spurði og hvernig ætlið að tryggja dreifu eignaraðild þegar þið vitið ekkert hverjir eru eigendur? Hvernig ætlið þið, eru þið bara að fara að selja sjóðum á þess að vita, ég spurði fullt af þessum hlutum. Það hins vegar, eins og ég segi, hvergi skráð og ég skráði ekki einu svona allar spurningarna mínar, hluta af þeim, en þú veist, ekkert af því sem gerðist í rauninni hefur komið mér á óvart. Það hefur samt, komið mér á óvart hversu fáránlegt margt að þessu eins og til dæmis Excel-skjalið og bara vankunnátta bankasýslunar og eitthvað svoleiðis. Sem Þorvaldur segir að hafi verið ákveðið að hafa svona veika og vitlausa til þess að verða misnótana. Ég bara, eins og ég segi, ég get svo sem ekki tjáð mig það, ég vil eiginlega varla trúa því, en einhverju séu þá niðurstaðan þessi. Það virkir þannig á flest fólk að sjá það og koma að svara fyrir þessu, það virkar eins og sérstaklega forstjórinn hafi verið fundin svona til þess að vera hvað er þetta kallað svona að saka hann eitthvað blórabökull. Já, ég þori náttúrulega ég vil eiginlega ekki ætla fólki svoleiðis en engu séu þá niðurstaðan þessi sem hún En við getum lært að þessu, er ekki máli það að almenningur alveg búin að læra þessu, almenningur sá í gegnum þetta alveg frá upphafi. Frá upphafi. Og ég kannaði málið aðeins fyrir síðustu kosningar með því að lesa stefnuskrár þeirra 10 framboða sem að völ var á. Aðeins 5 þeirra sá ástæðu til þess að mæla gegn spillingu. Hinn 5 framboðin hafði ekkert spilling að segja. Þar með talinn fjórflokkurinn eins og hann leggur sig. Við erum ekki að glíma við eitt og eitt spillingarmál, við erum að glíma við spillingarvef sem hefur undið upp á sig allar götur frá því á heimastjórnarárunum.
þegar Hannes Hafstein var ýmist ráðherra eða bankastjóri og lagði í grundvöllin að óheilugu bandalagi bankana og stjórnmálana. Og svona hefur þetta undið upp á sig með hersetunni á hermanginu og með kvótakerfinu, með einkavæðingu og hrun í bankana og þetta bara heldur áfram af því að menn hef ekki lært næstum nóg. Samt hafa menn lært meira. Almenningur hefur lært. Og stjórnsýslan hefur lært eða þykist hafa lært með því að dæma allt þetta fólk í fangelsi fyrir glæpi tengda hruninu. Það meira en hættir að segja löndin í kringum okkur. En það bara ekki nóg en það voru yfirleitt smáfiskar sem voru fangelsaðir meðan að stórlaxarnir sluppu. Þetta ekkert. Ég meina það voru einhverju menn fangelsaðir fyrir einhverja glæpi en það voru aðalega glæpir eitthvað sem gerist á markaði. Það var engin fangelsaður til dæmis fyrir það að bjóða upp á ólögleg lán til margra ára. Það var engin fangelsaður fyrir það og þaðan af síður að þessar fangelsanir hefðu nokkur áhrif til þess að það væri farið að skoða hvað allar þessar ákvarðanir hefðu gert neytendum. Það var ekkert skoðað. Þeir voru bara fangelsaður og svo bara héldu allir áfram. Og höfðu það held ég bara nokkuð gott þarna á Kvíabryggju. Og ég hef stundur sagt það, svo ég bara komið því að, ég meira sér skrifa einu svona grein, ég vil fara í fangelsi. Og vegna þess að ég hefði bara frekar, ég hefði sennilega þurft að sitja inn í 3 daga, með við mínar skuldir sem ætlaðar skuldir með við það sem hlutfallslega. Ég held að sé ekki reikna svona hlutfallslega. Nei, það er nefnilega ekki gert. Þá setur inni ég lengur eftir nákvæmlega þannig að ég hef kannski setið inn, ég veit ekki, hálft ár eða 1 ár eða eitthvað og ég hefði bara frekar viljað það heldur þess að 11 ára pressu sem ég bjó við. Sko uppgjörið við hrunið hefur ekki farið fram nema til háls og við höldum áfram að súpa seiðið af því. Það er annað mál sem í gangi núna sem íbúðalánasjóður. Það sem er raunverulega afleiðing af einkavæðingu íbúðalánanna 2004 sem að springa í andlita okkur upp á 200 til 400 milljarða. Sjáum þið tengingu þannig á milli? Já, sjálfsögðu, þetta er bara partur af sama spillingarvef. Við fáum ekki einu svona vita eftir margar ára þrotlausa baráttu Þorsteins Semenssonar, alþingismanns og annara, hverjir það voru sem fengu að kaupa þessar eignir á hrakvirði. Þetta er makalaust. Þú getur sem blaðamaður hringt og fengið svona upplýsingar samdægurs í Svíþjóð eða Noregi eða Danmörku. Hann fekk reyndar svona lista og ég verið svona aðeins að vinna úr honum og reyna að segja svona sögur innan úr þessu. Hann fekk hérna lista eftir margar ára bið? Já, margar ára bið, en hann er bara í frekar óaðgengilegu formi, þannig að maður þarf eiginlega 3 heila til þess að komast í gennum þetta. Allt með ráðum gert. Allt með ráðum gert. En það er mál sem að tengist náttúrulega hagsmunasamtökum heimilana mikið, því að þarna fóru inn, það er ekki bara skandallin fyrir hrun, heldur er líka skandallur íbúðalánasjóð eftir hrun, þar sem íbúðunar eru teknar á hrakvirði og svo seldar út, maður gæti sagt bakdyra megin, til já, ég veit ekki, þú veist, kannski svona vildarvin að einhverju leiti, kannski bara einhverja sem að gátu nýtt sér það. Augljóslega, annars þyrftur ekki halda þessu lengi. Já, með svona þeirri hugmynd að þetta sélega betur komið í höndunum á einhverjum svona engaðilum út í bæ, heldur en að nota þetta til þess að endur þessa heimili sem að fjallu, eða Íbúðalánasjóðs. Og að sömuleyti er Íslandsbankasalan líka þannig að það er bara litið á það. Og þú veist að telja að það þyrfti að vera rök á mótið að selja undirverði. Bankasýslan birtir rökin. Eftir á? Já, eftir á. Og það það að til þess að verði hækki eftir sölu, til þess að örva fjármagnsmarkaðinn, og þeir þylja bara svona upp, að þá er þetta eiginlega aðgerð til þess að styrkja fjármagnseigendur. Ég fekk nú þannig til að ég var nú með ræðu þetta á Alþingi í dag og Bjarni, fjármálaráðherra, fór í andsvör við mig. Og það var svo merkilegt sko af því að ég var ekkert að ræða það en hann fór í andsvörin svona á þeim nótum. Ég nenni nú alltaf að tala um þetta við mannesku sem var á móti sölunni hvort þið og fór svo bara að tala við mig hvernig ástandi væri nú ef þetta væri nú bara samfélagsbanki þá getur nú bara ríkið ekki selt neitt og engin hagnaði væri og bara, þú veist, og það væri engin verða á þessum bréfum og eitthvað. Og ég bara, þú veist, ég bara stóð þarna og ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig ég svara, ég hef ekki geta horta á þetta aftur eða neitt svoleiðis en eins og ég sagði við hann, ég meina þú veist, þetta snýst ekkit verðið eða verðmatið á bankanum. Þú veist, samfélagsbanki snýst ekki það, samfélagsbanki snýst að þá borgar fólk inn í bankan eða semst borgar og tekur sín lán og samfélagsbankin ekki með alla þessar arðsemiskröfur en það sem er umfram, því skilur hann út í samfélagi og eins og til dæmis og bankin þjónar fólkinu og þar með væri eins og til dæmis ef að bara arðsemiskrafan í samfélagsbankanum sem var reynda myndin ekki alveg passa við samfélagsbanka en engaðu síður var arðsemiskrafan þar væri svipuð og hún væri í hinum bönkunum þá væri við búin að byggja nokkur hátæknisjúkrahús fyrir hagnaðin þó það væri bara einum banka. Maður heyrir þetta oft í almenningi
að þeirra horfa því almenningur veit að það er búið að borga mikið peninga út af bönkunum inn í ríkissjóð og fólk hugsa, þú veist, af hverju ættum við að hætta þessu, af hverju við að selja þetta sem er svona eins og selja mjólkurkú, en það náttúrulega er mjólkurkú sem er náttúrulega nýðast á fyrirtækjum og fólki. Skilur þannig að þú veist, á meðan hún gerir það hvort þið þá þá betra að við fáum ágóðan af því eða mjólkina úr þessu gráðugu belju sem er að svelgja allar hinnar í sig eða hvernig maður orðar það. Það fyllir upp í rjáfur í fjósinu. Já, hvernig svo sem maður býr til þetta. Það er allavega betra að við séum að fá þetta. Heldur en að þetta fari bara eins og núna þegar eina aðferð ríkisins til þess að berjast gegn verðbólgu, ég var kannski búin að segja þetta hérna rétt áðan, er að hækka vexti, að þá er bara verið að flytja fjármuni heimilina í bílförmum til bankana og til hverra. Bara til þess örfára aðila sem eru núna bara hagnast og fitna eins og púkin á fjósbitanum og eins og 14 púkar á fjósbitanum eða eitthvað sko og bara taka þetta allt saman til sín og þetta er engum til góðs og það má ekki einu sinni hækka bankaskatt. Ég mælti fyrir því í fyrra, það var engin flokkur sem að studdi hækkun bankaskatts. Það voru engin þingmenn nema þingmenn Flokksfólksins sem að studdu það og við erum að tala að með hækkuninni hann er í 0,167 eða eitthvað svoleiðis er bankaskatturinn í dag. Hann myndi fara í 0,345 eða hvað það var. Hann væri undir 0,4% og það má ekki leggja það á aumingja bankana. Ég gapi yfir þessu. Í gær þá sagði Atli Þór Fanndal að þetta var allt eftir plani á ríkisstjórninni og Bjarna Benediktssyni. Það var að byggja þessa skýrslu sem allir vissu að væri vitlausfarvegur. Svo kemur skýrslan og hann færi niður í þing og væri eitthvað að peksa við þig og aðra þingmenn og allir væri byrjað að ræða einhver einstök atriði í þessari skýrslu, það væri bara að þreyta fólk og svo geta bara aldrei árum. Já, takið eftir því að flestir á leynilistunum sem að fengu afsláttin við síðari söluna að þeir seldu bréfin strax á eftir. Hvers vegna? Þeir eru ekki trúa því að bankabréfin haldist í háu verði. Og allir gera ráð fyrir því út í heimi að það sé að koma nýtt bankahrun og það mun næstum örugglega gerast hér heima líka held ég. Hversu stórt það verður veit maður ekki frekar en jarðskjálftafræðingar geta mælt fyrir væntanlega styrka á jarðskjálftum og hvenær það gerist getur maður ekki heldur sagt frekar en jarðskjálftafræðingarnir en það kemur. Ég þekki engan fjármálasérfræðing út í heimi sem á ekki von á þessu. Og það gerist fyrr en seinna. Þar með taldir háttsettir bankamenn og þeir segja fyrr en síðar. Já. Varðandi svona að tefja málið og eitt var að lýsa þessu að þeir hafa losað sig við peningana. Já. Með því að selja bréfin. En þá vitum við það á reynslunni hverju keyptu bréfin. Það eru íslenskir lífeyrissjóðir. Þannig að tapið ef það er selta of ódýrt frá ríkinu og einhverju braskar að kaupa það, bréfin hækka og þau eru seld aftur, þá eru seld lífeyrissjóðum, þannig að tapið þar á milli, að það kemur á lífeyrissjóðuna. Já, ef svo er að þá er það nú ekki fyrsta skipti sem þeir setja upp með svarta bitur. Það er alltaf þannig. En ég mitt aldrei skilu og ég sagði það nú einhver tíman í einhverju umræðu þetta, í einhverjum andsvörum eða eitthvað. Ég hef aldrei skilið það að áhætta ríkissjóðs. Það er alltaf mikil áhætta fyrir ríkissjóð að eiga lífeyrissjóðuna. Nei, að eiga bankana, en það er flott fyrir lífeyrissjóðana að eiga bankana. Þú veist, hvernig í ósköpunum passar það saman? Ég held að megið þóra almenningskaupi ekki þessu rögg. Ég held að þeir sem að lifðu hrunið af vita að mesta áhættan á Íslandi er að bankarnir séu einkaveitir. Það er bara svona reynsla, þú veist, það er bara reynsluþekking Íslendinga. En þá kemur þú samt að því að það var mjög mismunandi hvernig fólk lifði hrunið af. Í vegna þess að sko, það var fullt af fólki sem að fór bara nokkuð auðveldlega út úr þessu. En það, þú veist, og það fólk og sá hluti þjóðarinnar sem að, ég ætla að reynda að segja sem betur fer, en nú stærri hluti þjóðarinnar, heldur en sá sem að virkilega fór illa út úr þessu, að þau hafa, sá hluti bara vill eiginlega ekkert af þessu vita. Og það er til dæmis búið að vera einn stóra baráttan hjá okkur í hagsmunasamtökum heimilinni gegnum árin, að það vill eiginlega enginn að þessu vita. Og þegar þú talar að hvernig brotið var á fólki, hvernig heimilin voru tekið fólk bara, það trúir þessu ekki og það vill í rauninni ekki trúa þessu. Og það vill alls ekki trúa því að dómskerfið sé spillt á Íslandi. Þú veist, vegna þess að þá er bara svo margt hrunið. Og ég
ég get í rauninni alveg skilið þessa tilneyingu, sko. Alveg eins og fólk í dag vill ekki trúa því að það sé fátækt á Íslandi. Bara því að það hefur ekki upplifað hann á eigin skinni. Þú veist, þetta er, þú veist, og meðan vitum við að hún þarna, tölurnar segja okkur það og við náttúrulega, við sem erum að vinna, eins og til dæmis í flokki fólksins, til þess að hjálpa fólki í fátækt og erum að berjast fyrir það, við höfum náttúrulega hitt þetta fólk og heyrt frá því, einhverjum þeirra, og hérna, þú veist, þetta eru bara staðrendir, en svo bara, þegar maður reynir að taka þessu umræðu, hvort sem það ég eða Inga eða Guðmundur Ingi, ég tekið það nú reyndar alltaf meira út frá heimilunum eins og núna, sko, með vextina og allt það, þau fara í þetta á öðrum forsendum, að þá bara stendur fjármálaráður og segir, eigin fjárstæði heimiluna hefur aldrei verið betri að meðaltali. Þú veist, maður bara svona, þú veist, really. Það þarf að segja þess að sögur við höfum verið að gera það aðeins inn á samstöðunni. Ég hvet fólk til þess að fara inn á samstöðuna og grafa upp sögu Guðbjörgar Aðalheiðar Haraldsdóttur, sem er kona sem lenti því að hafa nýskiptum vinnu fyrir 2008 og fyrirtæki fór hausinn og misti vinnuna, beint hún í runnu og síðan tóku við bara laungar við ár og við rekjum það hvernig hún misti íbúðina sína. Svo rekjum við íbúðina eftir að hún var seld manni á rakvirði út úr, eða fyrirtæki, út úr íbúðunarsöði og hvað það hefur skilað því fyrirtæki miklum hagnaði. Ég þekki mörg dæmi þetta úr mínum vinahópi. Já. Og þetta eru sögur sem við verðum eiginlega að segja, því það er alveg rétt sem þú ert að segja, það er svo fólk vil ekki heyra þetta, en við verðum að kunna að segja þessar sögur, því að þetta er eiginlega bara mestu samfélagsbreytingar sem að ég hef lifað. Ég held að fólk vilji heyra þetta, sko, nýjar tölur frá Gallup sýna að meiri hluti aðspurðra vantreystir ekki bara dómstólunum, heldur einnig ríkissaksóknara, sem er nýtt. Og nú er ég vonað því að trausti til lögreglunar snar minki eftir síðustu hneyksli þar á bæ og lögreglan er sú stofnun samfélagsins sem við notið ásamt Háskóla Íslands mest trausts í þessum könnunum Gallups og annara. Þannig að þessar vísitölur eru allar á leiðinni niður. Það er brotna trausti í samfélaginu. Og það er vitna rofið traust í samfélaginu. Herðu, hvað gerist núna? Nú er þessi skýrsla komin, nú er umræðinir og þingi, það verður að þreyta ykkur, fjölmiðlarnir svona keyra svolítið á þessu og hvað gerir svo? Stjórnskipunar eftirlitsnefnd er náttúrulega á eftir að fara í gegnum þessa skýrslu. Það er við til dæmis erum að fá bankasýsluna til okkar í fyrramálið. Þannig að það, sko, nefndin ætlar að taka þetta. Stjórnarandstaðan mun leggja fram tillögu frumvarp rannsóknarnefnd eða hvað? Já, ég gerir nú fastlega ráð fyrir því, allavega eru allir á því með að við stöðum í dag, þá verður það fellt, en hérna, eins og ég segi, ég held að stjórnskipunar eftirlitsnefnd tekur alvarlega þetta hlutverk sitt að fara í gegnum þetta, þannig að við verðum bara að treysta því þó að þarna þessi bæði minnihluti og meirihluti að þá erum við að fara í gegnum þetta og við ætlum að fá, semst við fáum til okkar bankasýsluna morgun og við höfum eftir að fá til okkar frá fjármálaráðuneytinu, við höfum eftir að fá til okkar frá fjármálaráðherra sjálfan og jafnvel einhverja fleiri og reyna að fara eins grundigt í þetta og við mögulega getum. Svo kemur skýrsla frá fjármálaeftirlitinu. Þú verður ekki að trúa því. Stjórnskipunar eftirlitsnefnd á eftir að hafa nóg að gera. Þorvaldur er ekki mikið að trúa á þeirri skýrslu. Fjármálaeftirlitið er skúfaði Seðlabankanum með mig til þess að tryggja að það sé algjörlega tannlaust og billust. Hvað gerist Þorvaldur? Ég kann ekki, þingmaðurinn er í betri aðstöðu til þess að meta það. Ég kann ekki að meta það fjárlagt. Ég hef sjálf sér ekkert rosalega mikla trú á eitthvað gerist. Við verðum að trúa ekki. Jú, við verðum að gera það. Það er ekki að lifa við þetta. Nei, það er það sem þú veist, þá er ég að tala um núna. Ég er nú búin að segja þetta í mörg ár vegna þess að alltaf þegar ég hef sett eitthvað jákvætt inn, eitthvað jákvætt við gerst eins og á Facebook-kóp hagsmunasamtakana, þá kemur alltaf einhver, já, en þetta er alltaf, þú veist, og ég hef alltaf verið, einmitt við verðum að hafa vonina, en það samt þýðir ekki endilega breytingarnar verða akkurat núna. Þetta er svona þetta dropinn holar og það er bara motto, hefur verið motto mitt í mörg ár og ég þykist vera að sjá það, dropinn holi. Og ég get bara nefnt það sem dæmi að ég get nefnt dæmi bara frá varandi flokk fólksins að það var aldrei talað um fátæktina á Alþingi fyrir að Inga Sæland kom þangað, aldrei nokkuð tíman og ég hef aldrei heyrt jafn mikið talað um heimilinin á Alþingi eins og eftir að ég kom þarna inn. Ég er nú svo gamall að ég man eftir aðalegi Bjarnfreðsdóttur sem að talaði um fátækt. Já, en það er kannski, við erum kannski samt að tala um bara... Við erum talað um nútíman, ég sé aftur fyrir nútíman. Já, við erum kannski, ég skal alveg ekki, ég man ekki eftir aðalegi Bjarnfreðsdóttur, en það er líka mjög langt síðan að hún var þar. Þannig að og til dæmis eins og ég sá með þegar að fyrstu aðgerðir eða hvaða var sem ríkisstjórnin kom með
Þannig þegar COVID byrjaði þá var ekki nefnist orði á heimilin og við sendum frá okkur, þú veist, og þá kom næst alltaf, og heimilin, það kom alltaf eftir það, reyndar alltaf sem eftir hugsun en það kom og það mjög mikið talað heimilin núna og ég held að það sé, þú veist, þetta bara partur að, þú veist, við erum bara í umhverfi sem að við erum því miður ekki að fara að fella 1, 2 og 17, það tekur tíma og tekur þolinmæði. Þetta snýst ekki einn mann heldur. Þú nefndi fórstu yfir kosningastefnuflokkana og varst að segja það fjórflokkurinn og ykkur í viðbútt hefði ekki haft neitt á spillingu. Staðan á Framsókn hefur alltaf verið orðað við spillingu, en staðan á VG í dag sem orðin svona, ekki það flokkur sem að kann við að þolir það lengi að vera flokkað með spillingaflokkunum. Nei, það furðulegt að hafa orðið vitni að því að Vinstri græn eins og Alþýðubandalagið á undan flokknum og sósíalistaflokkurinn þar áður hafið þá sérstöðu innan fjórflokksins að það tóldi ekkert spillingar orð. Það fengi ekki að vera með, það var nú bara þannig. Það fengi ekki að vera með og ásakanir rússagull og svoleiðis, það féllu flatar og það var þjóðviljinn þeirra málgagn sem einn flokksblaðanna talaði spillinguna og fákeppnina og Fjölskylduna 15 var hugtakið birtist fyrst í þjóðlunum. Og ég bara sé að það fyrir mér að ritstjórar gamla þjóðviljans hljóta að snúa sér við í gröfinni. Þegar þeir sjá það að vinstrihreyfingin Grænt framboð búið að kaupa sér aðild að fjórflokknum með spillingunni og öllu saman. Og sérstæða Vinstri grænna horfin út í veður og vind og kannski fyrir flokkurinn þangað líka og á ekkert betra skilið frá mínum bæðir sér. Nei, þú myndi ekki saknas. Herðu, Ásta Lóa og Þorvaldur, ég þakka ekki kærlega fyrir að koma hingað að ræða Íslandsbanka skýrsluna og Íslandsbanka málið. Við ætlum að halda þið áfram á morgun, þá kemur Ólína Kjerulf Þorvaldsdóttir og Jóhann Páll Jóhannsson og ræða Íslandsbankan. Við erum að fara yfir ræðumannalistan niður á Austurvelli þessa vikuna. Þetta framhaldssagan.